Íslenskur karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa orðið manni á áttræðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur sé í löggjöf fjármögnun baráttunnar. Úkraínuher tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu í nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn. Með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingarlaust. Samfélag bókaunnenda á samfélagsmiðlum enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpsstýrur. Formaður Rithöfundasambandsins fagnar auknum áhuga á bókum en segir íslenska bókamarkaðinn geta orðið útundan. Gott kvöld. Karlmaður í haldi lögreglu, grunaður að hafa orðið öðrum manni að bana í Kópavogi þar síðustu helgi. Mennirnir eru skyldir. Karlmaðurinn sem var Íslendingur á áttræðisaldri lést sunnudaginn 27. júlí og fannst látinn í heimahúsi í Kópavogi. Karlmaður á 50-aldri, einnig Íslendingur, var svo í síðustu viku handtekinn í tengslum við rannsókn lögreglu á mannslátinu og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Sá grunaður að hafa orðið manninum að bana. Heimildir fréttastofu herma að mennirnir tveir séu feðgar. Sonurinn sem var handtekinn á samkvæmt heimildum fréttastofu langa sögu andleg veikindi. Hann var í dag úrskurðaður í 4 vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í héraðsdómi Reykjanes á grundvelli almannahagsmuna. Lögreglan verst allra fregna af málinu. Úkraínsk stjórnvöld hafa fyrirskipað hundruðum barnafjölskyldna að yfirgefa borgina Kramatorsk í austurhluta Úkraínu. Loftárásir Rússa á landið í nótt voru með þeim mannskæðustu á þessu ári. Appelsínugulur himinn yfir Kív, höfuðborg Úkraínu og nágrenni. Mikill eldur braust út víða eftir loftárásirnar. 17 hið minnsta voru drepnir og tugir særðust. 4 til viðbótar létust í loftárásum annars staðar í landinu. Rússar hafa aukið árásir á Kív verulega síðustu mánuði. Úkraínuher náði að skjóta niður nærri alla dróna Rússa en tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug í árásunum. Í tilkynningu rússneska hersins segir að ráðist hafi verið á birgðastöðvar og flutningamiðstöðvar sem notaðar hafa verið til að geyma og dreifa vopnum og hergögnum. Úkraínuforseti sagði á samfélagsmiðlum að vöruhús fyrirtækja hefði verið aðalskotmörkin, auka árása á aðra innviði. Flestir, alls 8, létust í árás á Kvitnevalastarstövna í Бровари skammt frá Kív. У зв'язку з тим, що було дуже гучно і тривога ще була, я, як кажуть, не наважувався подивитися, що навколо будинку. Вже після того, коли трошки заспокоїлось, зв'язався зі своїм сусідом, підтвердив, що горять склади, так само через вікно мене якраз виходять на ту сторону, бачився пожар. Відповідно, очікували, і після того ж також відбувалися вибухи, падіння конструкцій, було дуже багато смогу. Ну і люди, як то кажуть, бігли по вулиці, як ви знаєте, тут залізнодорожна станція. Також люди в крові пересувалися цією вулицею. Gögn frá úkraínska hernum sem BBC greindi sýna að loftvarnir þeirra ná síður að verjast eldflaugum núna með við sama tíma í fyrra. Zelenski sagði að loftvarnarkerfi hefðu getað bjargað mannslífum í árásunum. Stjórnvöld hafa ítrekað óskað eftir fleiri bandarískum Patriot loftvarnarkerfum til að verjast langdrægum eldflaugum Rússa. Úkraínsk yfirvöld fyrirskipuðu 525 börnum og forráðamönnum þeirra að yfirgefa borgina Kramatorsk í Donetsk í Donbass í austurhluta Úkraínu í dag. Héraðsstjórinn sagði óásættanlegt að börn byggi við stöðuga ógn sem stafaði af rússneskum árásum. Hersveitir Rússa sækja fram af miklum krafti í nágrenni borgarinnar Kramatorsk sem einn stærsta borgin í Donetsk sem Rússar hafa ekki náð á sitt vald. Dróni búinn sprengju fannst á Leipzig-Halle flugvelli í Þýskalandi seint í gærkvöld.
Starfsmaður á flugvellinum kom auga á drónan sem var nærri úkraínskum fraktflugvélum. Skömmu áður flaug flugvél á óþekktan fljúgandi hlut í 6 km fjarlægð frá flugvellinum. Flugvélin átti að lenda þar en þurfti að hætta við og lendi í staðinn í Hannover. Mikið af hergögnum fara flugvöllinn og bæði þýski herinn og NATO nota hann reglulega. Lögreglan í Saxlandi og hryðjuverkateymi saksóknarans í Dresden rannsaka atvikin. Innanríkisráðherra landsins hélt neyðarfund með öryggisþjónustu landsins í dag. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið 29. ágúst. Þótt mikið traust ríki til framkvæmdar kosningana telur stofnunin að skoða þurfi nánar kosningabaráttu, fjármögnun hennar, netumhverfi og fjölmiðlaumfjöllun. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem fréttastofa óskaði eftir að fá afhenta í dag. Fyrr í sumar kom hingað til lands sendinefnd á vegum ÖSE og ræddi við forsvarsmenn ráðuneyta, stofnana og fjölmiðla. Skýrslan afrakstur þeirrar heimsóknar. Í skýrslunni kemur fram að mikið traust sé til íslenskar kosningastjórnar og að þjóðaratkvæðagreiðslan verði að öllum líkindum skipulögð af fagmennsku og með gegnsæi. Á móti bendir stofnunin á glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu þeirra frjálsu félagasamtaka sem beita sér fyrir báðar fylkingar, sem getur orðið pólitískt bitbein ef miklir fjármunir fara að streyma inn í baráttuna vikurnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram í mjög pólitískt skautuðu umhverfi, þar sem sjávarútvegur, krónan, möguleg upptaka evru og öryggismál verða líklega stór kosningamál. Áhyggjurnar snúa því að fjársterkir aðilar, hérlendis sem erlendis, gætu séð hag sinn í því að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sérstakar áhyggjur eru af að óformleg félagasamtök sem taka þátt í baráttunni lúti ekki sömu reglum fjármögnun og stjórnmálaflokkar. Þetta geti dregið úr gegnsæi. Í skýrslunni eru líka gerðar athugasemdir við reglur fjölmiðla. Regluverkið þjóðaratkvæðagreiðslu sé fremur veikburða og ekki nægilega aðlagað nútíma kosningabaráttu, sérstaklega á netinu. Skortur sé á jafnvægi í umfjöllun. Í skýrslunni kemur fram að viðmælendur sem sérfræðingar ÖSE ræddu við í heimsókninni í sumar hafi nefnt dæmi pólitískan þrýsting á RÚV. Einnig hafi verið bent á að stjórn RÚV sem Alþingi kýs geti tjáð sig opinberlega þjóðaratkvæðagreiðsluna. Stjórnarmenn RÚV geti sjálfir tekið afstöðu í opinberri umræðu á sama tíma og þeir sitji í stjórn ríkisfjölmiðils. Ritstjórnarlegar ákvarðanir séu í höndum faglegs ritstjórnarfólks RÚV. Samfélagsmiðlar falli almennt ekki undir sömu reglur og hefðbundnir fjölmiðlar og núverandi kerfi ná ekki með fullnægjandi hætti yfir pólitískt efni sem dreiftir á samfélagsmiðlum. Fjöldi viðmælenda sem nefndin ræddi við nefndi einnig áhyggjur af rangfærslum, gervi umferð á samfélagsmiðlum og takmörkuðu eftirliti með netauglýsingum og netkosningabaráttu. Ástríður Jóhannesdóttir, þú ert framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hefði ekki verið betra að tryggja þessi lög og reglur að það veri í lagi og fylla upp í þessar glufur áður en að blásið var til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu? Landskjörstjórn reyndar ekki í aðstöðu til að segja til það, en almennt séð þá afar mikilvægt að leikreglur séu skýrar og vel kynntar, óháð því hvert málefnið sem til umræðu. En hvaða svona skilaboð eru í þessari skýrslu? Hvað lesið þið út úr henni? Skýrslan á margan hátt mjög áhugaverð. Þetta vissulega forathugun sem leiðir þá til þessa kosningaeftirlits að þessu sinni. Þess að geta það ekki farið fram kosningaeftirlit hér á vegum ÖSE síðan 2017, þó þeir hafi framkvæmt nokkrar forathugunir. En þeir lýsa í raun trausti á kosningaframkvæmdina og telja hún að kosningakerfið hafi fulla burði til að inna það hendi faglega og gagnsæjan hátt. En heldur að þessar athugasemdir sem þeir koma með verði til þess að það verði bætt úr? Við verðum að sjá þegar lokaskýrsla þeirra kemur hvað hún leiðir í ljós, en það fordæmi fyrir því að tilmæli eða ábendingar frá ÖSE hafi leitt til þess að breytingar hafi verið gerðar á löggjöf. Og það er stjórnmálan að sjá til þess? Já, það Alþingi, það löggjafans að vinna það. En heldur að verði gerð krafa að baráttuhóparnir opni bókhald sitt? Það í raun ómögulegt fyrir mig að segja sem
fyrir hönd landskjörstjórnar en það er aðrir að svara fyrir það en þessi löggjöf sem þessir heyra undir ekki á verksviði landskjörstjórnar. En hafið þið áhyggjur að þessu? Það náttúrulega bara rúmar 3 vikur í þessu kosningar og það lítið hægt að gera kannski núna. Það mjög mikilvægt að þetta fari allt fram á góðan og heiðarlegan hátt og við væntum að svo verði. Ástríður, takk fyrir komuna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra undirritaði í dag breytingu á reglugerð veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn upp í rúm 14.000 tonn. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðingarlaust. Þetta í annað sinn í sumar sem stjórnvöld auka strandveiðiafla. Aukningin byggir á niðurstöðu skiptimarkaðar með aflaheimildir en hún skilaði meiri þorskaaflaheimildum en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Strandveiði sjómenn gleðjast en vilja langtíma breytingar. Vissulega þetta mjög gott. Þó að þetta uppfylli ekki alls hver kröfu sem að félag smábátaeigenda hefur gert, þá erum við mjög ánægðir með þetta hérna fyrir austan. Þetta þó orðið við gætu hugsanlega 3 daga til viðbótar og best væri náttúrulega fengjum bara að róa þessa 48 daga. 12 daga í mánuði alls staðar á landinu, burtséð frá því hvað veiðist fyrir vestan og þeir fyrir vestan þá geta spáð hvað við fáum fyrir austan. Alltaf nokkra vikur gætu liðið þar til skipverjar af Bandero skipi Pól Watson samtakana yfirgefa landið en þeim hefur öllum verið vísað úr landi. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að undirbúningi heimferðar fólksins sem kemur víða að. Í tilkynningu segir að misflókið sé að vísa fólkinu úr landi. Það fari eftir aðstæðum og ríkisfangi og geti tekið frá nokkrum dögum til nokkurra vikna. Og meira tengt hvalveiðum. Atvinnuvegaráðherra segir framferði áhafnarinnar óboðlegt og slys hefði getað orðið á fólki. Hún segist ítrekað þurfa að verja hvalveiðar á alþjóðavettvangi. Þær séu of fyrirferðarmiklar miðað við vægi. Þjóna hvalveiðar hagsmunum íslensku þjóðarinnar? Staðan er auðvitað svo að það bara orðið umdeilanlegt. Þetta ekki stóratvinnugrein og eftir því sem ég og við í ráðuneytinu komumst næst þá gengur erfiðlega að selja þessar afurðir. Þannig að við þurfum auðvitað að taka þessa stóra hagsmuni okkar sem á útflutningslands, ekki síst útflutningslands þegar kemur að matvælum, með í reikningin og þegar allt skoðað þá held ég að svari sé nei. Ráðherra segist finna fyrir þrýstingi víða að endurskoða lögum hvalveiðar. En margt þurfa að taka með í reikningin, dýravelferð og útflutningshagsmuni. En síðan þetta atvinnufrelsi, þannig að þetta allt atriði sem þarf að vega og meta þegar við vinnum að nýrri löggjöf. Að sögn ráðherra geta alþjóðlegar samningaviðræður alls óskyld mál snúist upp í að verja hvalveiðarnar. Þá spurt þetta fyrir tölvöru tími þau mál að verja þau mál. Þannig að þetta óþarflega fyrirferðarmikið með við hvað þetta lítill hluti af okkar heildar atvinnustarfsemi og útflutningi. Þurfum við að láta undan á einhverjum öðrum sviðum vegna þessa? Ekkert sem að hönd og festir, en þetta allavega þess eðlis að það þarf að endurskoða þetta. En nú þetta engu að síður lögleg atvinnugrein, hingað komu erlend samtök og reyndu að hindra þessa atvinnustarfsemi. Hvað finnst þér það? Það algjörlega óboðlegt og ég styð fullkomlega þær aðgerðir sem að lögreglan fór í og landhelgisgæslan. Nú hefur skipið Bandero verið kyrrsett og öllum skipverjum verið vísa úr landi. Eru þetta ásættanlega málalög? Já, ég tel svo vera. Það ekki Bandero að þakka, hér eru ekki slys á fólki. Götur verða víða lokaðar, hámarkshraði lækkaður og umferð stýrt þegar almyrkvi leggst yfir vesturhluta landsins í næstu viku. Gangandi umferð fær forgang við Ægisíðu og á Seltjarnarnesi, þar sem gera má ráð fyrir að fjöldi fólks virða fyrir sér almyrkvann. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður okkar, á Ægisíðu. Greta, hvað þurfa ferðamenn að hafa í huga þegar sólmyrkvi nálgast? Já, almyrkvinn verður náttúrulega sýnilegur mislengi eftir staðsetningu en hann sýnilegur á öllum vestasta hluta landsins. Á síðan restinni af landinu verður deildarmyrkvi þannig að það verður eitthvað sjónarspil fyrir alla. Það búist við miklum fjölda á þeim svæðum landsins þar sem almyrkvinn verður sýnilegur lengst sem þá Reykjanes, Vesturland og sérstaklega Snæfellsnes og svo Vestfirðirnir. Til þess að allt gangi sem best fyrir sig þá verða umferðarstýringar og vegalokanar víðsvega landið.
Á Vestfjörðum verður einstefna út með Patreksfirði og yfir á Látrabjarg og Rauðasand fyrir myrkvann. Eftir myrkvann verður umferðarstefnu snúið við. Hámarkshraði verður lækkaður. Lokunarpóstur verður settur upp í botni Patreksfjarðar við afleggjaran út Örlygshafnarveg snemma morguns. Þá verður hringakstur Klofningsnes, einstefna út Fellsströnd að Klofningi og inn Skarðströnd. Á Snæfellsnesi verður hringakstur Útnesveg, einstefna frá Búðum að Hellisandi. Vegurinn út að Öndverðarnesi verður lokaður en boðið upp á rútuferðir á vegum Snæfellsjökulsþjóðgarðs. Á Reykjanesi verður umferðarstýring á Garðskagavegi og Vatnsleysusstrandarvegi. Einstefna verður á Álftanesvegi og Suðurnesvegi. Á Seltjarnarnesi verða lokanir við Suðurströnd og Norðurströnd og stranglega bannað að fara út í Gróttu. Þá verða lokanir í Reykjavík, til dæmis á Suðurgötu, Ægisíðu og í nærliggjandi götum. Já, hér á höfuðborgarsvæðinu eru sveitarfélögin að undirbúa sig fyrir daginn en það verður myrkvinn vel sýnilegur hérna á Suðvesturhorninu. Hjá mér er Kristján B. Jónasson, verkefnastjóri hjá Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins. Hvar getur fólk fyrir sunnan best virt myrkvann fyrir sér? Raunulega getur það bara gert það heima hjá sér því að allt höfuðborgarsvæði er innan almyrkvarslóðarinnar. Það var mismund, já, það er náttúrulega, hann er lengri myrkvinn eftir því sem vestra dregur og af þeim sökum er ákveðin svæði sem hafa verið skipulögð sem sérstök skoðunarsvæði, til dæmis eins og hér þar sem við stöndum núna við Ægisíðu Reykjavík, en líka Suðurströnd á Seltjarnarnesi og svo aftur á Álftanesi líka í Garðabæ. En það tekið fram að mig ekki fór út í Gróttu, hvers vegna er það? Grótta er lokuð bara náttúruverndar ástæðum en líka öryggisástæðum, en það er fyrst og fremst til að vernda það fuglalíf og náttúru. Og þegar rökkvar, má gera ráð fyrir að götulýsing taki við sér? Það er hugsunin að það verði ekki sjálfvirk, mun ekki kvikna sjálfvirkt á götuljósunum á höfuðborgarsvæðinu, nei. En stoppbrautir verða í að síður, það verður ljósstaðar af öryggisástæðum. En við minnum líka að reyna að benda þeim mörgu fyrirtækjum og svona húsfélögum þar sem að sjálfvirk lýsing er til stigagöngum, útiljós, garðljósum og eins á atvinnusvæðum að gæta því að kannski væri betra að slökkva á þessum sjálfvirku kveikjurum akkurat til þess að allir geti notið almyrkvann sem best. Og þeir sem vilja verða myrkvann fyrir sér hér og horfa þetta útsýni, þá verður hér einhver aðstaða eða hvað er það ekki? Já, hér verða svona grundvallar þarfir mannsins verður uppfylltar hér til þess og vonandi koma hér einhverjir matarvagnar en salernis aðstaða og slíkt. En fyrst og fremst verður hér lokað, það verður ekki bílaumferð hér við Ægisíðu og þess vegna er bara tilvalið að geta hitt staði hér í fjörunni og hort beint í sólina hérna með góð gleraugu sem skýla augunum sem er mjög mikilvægt. Það verður mikið sjónarspil hérna á Ægisíðunni en það er best að hafa það í huga að athuga hvað er í gangi hjá sínu sveitarfélagi. Kynna sér þær upplýsingar til að upplifunin verði sem mest. Og við þökkum fyrir hérna frá Ægisíðu. Takk fyrir þetta, Greta Sigríður. Fatahönnuðir framtíðarinnar tengja saman huga og hendur á sumarnámskeiði í Hönnunarsafni Íslands. Þar hafa Barbie-dúkkur fengið sér hannaða kjóla og sparijakka undanfarna daga. Á námskeiðinu læra krakkar að hanna og búa til sín eigin föt frá grunni. Við fengum svona blað og áttum að skrifa svona hvað hún heitir, uppáhaldsliturinn, uppáhaldsbíómynd og hvert hún væri að fara. Mín var að fara í partí, en ég gerði bara svona partíföt. Og prófa sig áfram með snið og skraut. Já, ég notaði svona snið og setja á efnið svona og nota einhvern fatakrýti eitthvað, setja í kringum og mála hér og svo klippi ég það bara, svo klippi ég í hringinn og þar ef maður vil búa til jakka þá er þetta að klippa svona þar og þá setja maður hana í jakkan. Við byrjuðum á því að fara bara aðeins yfir svona hvað er tíska og hvað finnst okkur verið tísku og svo skoðuðum við sýningu sem var hérna í hittifyrra þar sem var verið að fatahönnu var hanna Barbie-dúkkur. Ég er að sauma svona náttföt á þessi dúkku og ég er búin að gera svona ballettdress og þennan kjól og svo gerði ég líka svona poka fyrir fötin. Ég er að gera svona kjól sem það fer svona út í fötunum. Biðlistar hafa verið á öll námskeið sumarsins og margir fara heim með draumum að verða fatahönnuður í framtíðinni.
Ég held að þetta sé aðalega mikilvægt bara til að fá að vinna saman með hug og hönd, bara að fá næði og tíma og rými til þess að nota hendurnar og nota hugan og vinna og fá bara smá frið frá daglegu amstri, gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Samfélag bókaunnenda á samfélagsmiðlum gengur undir nafninu Bókatalk. Dæmir að umræða þar verði til þess að áratuga gamlar bækur rjúki út í bókaverslunum hérlendis. Já, það náttúrulega bara rosalega gaman að sjá fólk tala bækur og mæla með bókum við aðra og fleiri lesa og hafa áhuga bókum. Ég tek eftir að stór hluti af mínum kunnahópi bara ungt fólk á 30-40 aldri. Þannig að ég held að samfélagsmiðlarnir hafa bara mjög mikið að segja það. Bókaboðið mánaðarlegur hlaðvarpsþáttur afsprengi hlaðvarpsins Teboðsins. Vinkona okkar mældi með bók sem var mjög vinsæl þá og við við ætlum að pröfa að hlusta á hana og við vorum búin að setja okkur markmið að hlusta á fleiri bækur og í kjölfara því duttum við bara smá inn í þetta og gátum ekki hægt. Það bara hvernig bókabúðið var til. Stjórnendur taka virkan þátt í umræðu bækur á samfélagsmiðlum. Þetta svona lítið samfélag á fólki á Íslandi finnst mér, en við erum að reyna að koma saman og tala bara bækur. Og við tökum, þessar sem eru búin að tala mikið á TikTok og svo erum við að taka fantasy bækur, við erum verið að taka spicy bækur, ævisögur, bara það sem vinsælt Oft verða bækur fyrir valinu sem eru á leiðinni á hvítatjaldið eða bækur sem kveikt hafa í lesendum víða heim. Gott plott alltaf mikilvægt og ef þetta spicy bók þá þarf að vera gott spice, sem má segja þannig. Já, ljúflestra bækur, það svona nýtt hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms og kannski næri yfir, kannski breiðari svona senra en ástarsögur sem eins og við horfum á þær. Það sem kannski vont fyrir íslenska höfunda, þetta nánast allt að koma frá útlöndum. Hún sjái höfunda hér á landi bregðast við eftirspurn eftir léttara efni. Æ fleiri hlusta á bækur í streymi frekar en á pappírsformi. Ekki gott viðskiptamódel fyrir höfunda en kannski ágætt fyrir þá sem vilja hlusta mikið á bækur. Og ekki aðeins ljúflestrar bækur fá athygli á samfélagsmiðlum. Bókaútgefendur koma oft bara á fjöllum þegar að fara að berast pantanir frá einhverjum bókum sem kom út fyrir 20-30 árum. I Who Have Never Known Men eftir Jacqueline Harpman kom fyrst út á frönsku árið 1995 og hefur selst vel upp á síðkastið. Hún á þó ekki roð í eina af bókum ársins á TikTok. Það bókin Yesteryear sem er bara söluhæsta bók sem ég hef verið með í sölu. Hún rennur alltaf út. Ég næ ekkert að hafa hana hérna í hillum. Hún selst alltaf upp. Óboðnir gestir hafa reglulega truflað atkvæðagreiðslu á fylkisþingi Mato Grosso í Brasilíu undanförnu. Þessar boðflennur eru af krúttlegra taginu, flóðsvín sem búa í garði í grennd við þinghúsið og gera sér reglulega heimankomin. Naya Bueno, starfsmaður í þinghúsinu, myndaði heimsókn flóðsvína í síðustu viku þegar hún reyndi að stíga þeim út úr húsinu. Flóðsvín hafa á síðustu árum notið mikillar hilli á netinu meðal fólks heim allan. Þau þykja engar róleg í fasi og eru miklar félagsverur. Tegundin er stærsta nagdýr jarðarinnar en fullvaxta flóðsvín getur náð alltaf 80 kílóa þyngd. Og þá að veðri, það rignir víða land á morgun, fyrst suðvestan til en síðar meir mun úrkomubelti dreifa sér til annarra landshluta. Vindátt verður að mestu austlæg en á föstudag hallar hann sér í stífa norðlæga átt sem verður viðvarandi helgina með kólnandi veðri og talsveðri vætu á köflum norðan og austanlands. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Engar staðfestar fregnir hafa borist af neyðarfundi FIFA-ráðsins sem haldinn var í höfuðborg Marokkó í dag. Þar var staða Gianni Infantino forseta FIFA þó líkast til rædd. Íslandsmótið í golfi hefst á Korpúlfsstaðavelli Grafarvogi á morgun. Við heyrum í ríkjandi Íslandsmeisturum það hvernig þeim líst á titilvörnina. Og Evrópumótið í sundgreinum stendur yfir í París þessa dagana. Við lítum við þar og víðar í íþróttum kvöldsins hér eftir fréttir. Og þá þessum fréttatíma að ljúka en við kveðjum ykkur með því að rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Íslenskur karlmaður á 50-aldri situr í gæsluvarðhaldi. Grunaður að hafa orðið manni á ættræðisaldri að bana. Mennirnir eru feðgar.
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir sérfræðinga til að fylgjast með ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir hafa áhyggjur af netbaráttu og benda á að glufur séu í löggjöf fjármögnun baráttunnar. Úkraínuher tókst ekki að skjóta niður eina einustu eldflaug umfangsmiklum loftárásum Rússa á höfuðborg Úkraínu í nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu á þessu ári. Aflaheimildir til strandveiða hafa verið auknar nær 1000 tonn. Með því ættu veiðarnar að ná 48 dögum skerðingarlaust. Samfélag bókaunnenda á samfélagsmiðlum enn lítið en fer vaxandi, segja hlaðvarpsstýrur. Formaður Rithöfundasambandsins fagnar auknum áhuga á bókum en segir íslenska bókamarkaðinn geta orðið útundan. Fréttatímanum lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl. Í kvöld á RÚV. Myrkvi í Evrópu. Heimildamynd vísindi sólarinnar. Farið yfir hvar og hvernig best að fylgjast með sólmyrkvanum í ágúst 2026. Auk þess sem rætt við sérfræðinga sögu